parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál á þessum góða degi, 1. mars. Þetta frelsisdagur, 35 ári nú liðin síðan að ríkið veitt okkur Íslendingur leyfi til þess að kaupa bjór á íslenskum börum og veitingahúsum. 76 árin þar og undan máttu við bara kaupa rom í kók eða vodka í kók, eins undarlegt og það hlýtur að teljast. Á þessum tíma kostaði bjórinn oft 180 til 230 krónur á veitingahúsum, hann er orðinn aðeins dýrari í dag. Hérna seinni í þættinum ætla ég að fá til mín 2 góða gesti til að ræða bjórinn og bjórbannið sem að gildi hér áratugum saman og það verður örugglega fróðlegt og gott spjall. En það rak marga í rogastans þegar þeir litu á heimasíðu forsetaembættisins liðna helgi. Þar birtist mynd af forsetahjónunum þar sem þau tóku á móti Palestínu fólki sem hafðu óskað fundar með þeim. Ekkert að því að menn eigi fundi við forsetan úr ólíkum áttum, en það vakti óneitanlega athygli bólurinn sem að einn gestanna var klæddur í. Hann ber mynd sem að undirstrikar vilja Hamas-samtakana og ýmissa annara að gjöreyða ríki Ísraels, þar að segja að Palestína nái frá Jórdaná í austri og að Miðjarðarhafinu í vestri. Það er í raun og veru alveg ótrúlegt að forsetaembættið birti svona mynd eða heimili myndatöku með þjóðhöfðingjanum þar sem að þessi skilaboð er í boði. Maður hefði velt fyrir sér hvort ekki hefði heyrt hljóður horni ef einhver klæddur ból með hakakrossinum eða einhverju slíku hefði mætt til leiks og fengið af sér mynd með forsetanum. En það eru líka fréttir að vestan. Við ræðum stundum laxeldið. Jón Kaldal sem að lobbyerar mikið fyrir þeim sem að ekki vilja laxeldið í sjó þarna eða annars staðar í kringum landið. Hann skrifaði nokkuð athyglisverða grein á Vísi í vikunni og benti á að ný skýrsla sem að Hagfræðistofnun vann fyrir samtökin sem að hann fær borgað frá sýndi að efnahagslegur uppgangur hefur verið mikill á Vestfjörðum allt frá 2014 og til dagsins í dag og að það megi rekja einhverjum til laxeldis. En Jóni fannst nú lítið til koma þegar hann skoðaði skýrsluna nánar því að það væru eiginlega bara útlendingar sem að hefðu fyllt skarð þeirra sem áður bjuggu á Vestfjörðum. Það virðist vera eins og Jóni þykji ekki spennandi að firðirnir fyrir vestan fyllist af eldislaxi og útlendingum. En það má reyndar benda síðan Jóni á það að Morgunblaðið flutti fréttir af því síðar í vikunni að í Reykjavík er sama staða uppi. Það er að segja að fólksfjölgunin í Reykjavík á síðasta áratug hefur að öllu leyti verið borin uppi af útlendingum sem að hingað hafa komið. Við ræðum mikilvægi þess að halda umræðinu útlendingamál á siðuðum og góðum nótum og það verður að teljast hæpið að greinin frá Jóni í þetta skiptið hafi talist málefnalegt innlegg í þá umræðu alla. Við færum okkur síðan austur fyrir landið og nokkuð langt í austur, allarleið til Kreml. Vladimir Putin flutti í vikunni stefnuræðu sína. Hún var margir klukkutímar að lengd og uppfull af rangfærslum og yfirlýsingum sem að hljóta að hrella Vesturlönd og alla þá sem að þær álfur byggja. Putin hann er farin að hnykla vöðvana, ekki síst gagnvart NATO og segir að það yrði mikið glappaskot af hálfu Vesturveldana ef þau myndu senda herlið inn í Úkraínu. Það gera sér hins vegar flestir grein fyrir því að sigur Úkraínu er það eina sem kemur til greina í þessari stöðu. Ef að Putin nær sínum vilja fram í Úkraínu þá verður Finnland næst og mögulega Eystrasaltsríkin líka og þá er öll Evrópa í miklu uppnámi. Við skulum vona að Úkrænumönnunum takist að hrinda þessari sókn Rússana og að þeir vinni góðan sigur í þessu stríði áður en of langt líður. En hér innan skamms Kjartan Vító úr Vestmannaeyjum sem er líka hjá handknalli í sambandinu og rekur Brothers Brewery á samt góðum félögum sínum í Eyjum og Arnar Sigurðsson frá Sandi. Við ætlum að ræða bjórdaginn ógurlega sem nú er runnur upp og svo þegar að þeir víkja af vettvangi þá ætla Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar að setjast niður með mér og ætlum að ræða pólitíkina í landinu. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel.
Við höfum galdrað fram algjöra snilld. Gullsett bitar með aukalagi af unaðslegu Dore karamellusúkkulaði. 1 sett, tímalaust tvenna. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Já, komið þið sæl og blessuð. Hingað eru konið til mín í settið 2 góði gestir. Kjartan Vító sem markaðsstjóri Handknattleikssambandsins og einn af aðstandendum Brothers Brewery í Vestmannaeyjum og Arnar Sigurðsson hjá Sandi. Þeir eru konið hér í tilefni dagsins 1. mars. Komið þið sælir. Gaman að sjá okkur báða tvo. Sæl. Takk fyrir boðið. 1. mars 1989, ég var 6 ára austur á Patreksfirði að borða sand, ennþá sennilega. Hvar voruð þið staddir þegar að þetta reið yfir hér? Ég var nú bara 10 ára drengur í Vestmannaeyjum. Að borða sand? Já, líka við. En ég man eftir þessum degi, ég man eftir, var ekki Magnús Steinn Sveinsson, forseti borgarstjórnar sem að... Hann klippti á borðan á barnum, var það ekki? Og dældi fyrsta bjórnum. Já. 10 ára barn, allan mann eftir þessu. Já, Magnús Steinn Sveinsson glæsilegur velli. En þú, Arnar, varst þú í Skíðabrekku í Austurríki? Nei, ég held að ég hafi örugglega bara, ég var náttúrulega komin á áfengiskaupa aldur þarna og náttúrulega miklu eldri og reyndari en þið og ég held að allir ég hef ekki bara drukkið mig til óminnis, ég man ekkert hvar ég var þarna. Þetta var náttúrulega Gaukur og Stöng var svona staðurinn, þar var búið að vera að selja bjórlíki sem var náttúrulega sellar minningar. Sem var, menn blönduðu svona einhverja húsblöndu í pilsner, einhver vodka og viski til þess að búa til einhver svona næstu því bjór sko. Og hafa búið að vera náttúrulega í gangi, svona var kannski öðru þræði líka eitt af því sem að sko ýtti undir fáránleika bjórbrandsins sko, það var verið að framleiða bjórlíki sem var þá í raun og veru alveg sami hlutur sko. Bara í raun pilsner með vodka í það ekki? Pilsner með vodka og eitthvað og menn voru með eitthvað svona mismunandi blöndur milli bara En okkur þykir þetta sjálfsagt í dag að geta farið inn á veitingahús eða bar og fengið okkur bjór. Þetta eru samt ekki nema 35 ár sem eru liðin síðan og menn bárust á banaspjótum í pólitíkin út af þessu og margir sem börðust hatramlega gegn þessu. Mér langar til að spila hér hljóðbrot úr þingræðu sem að Svavar Gestsson flutti þegar að þetta var svona brest á, það er að segja þegar að Ólafur G. Einarsson sem var fyrsti flutningsmaður frumvarpsins náði þessu í gegn með þingstyrk sjálfstæðismanna og fleiri. Hlustum á þetta. Að ég vil að þingið axli ábyrgð gagnvart unga fólkinu og framtíðinni. Af öllum þessum ástæðum og mörgum fleirum segi ég nei og bið menn enn að skoða hugsin áður þeir taka á sig þá ábyrgð sem fylgir því að hella áfengu öli yfir íslensku þjóðina. Já, þetta mjög gaman að rifja þetta upp og einmitt vert að fara þess yfir sko hræðsluáróðurinn sem að þá var og hvað gerðist? Já, axla ábyrgð. Jú, þeir öxluðu ábyrgð blessaði þingmennirnir og þeirra stofnun sem að var í átíðaferð. Þarna voru 9 áfengisverslanir og eru í dag 52 og verið að fjölga þeim sko. Nú að fara meira að setja nýtt þéttleikamet í áfengisverslunum sko, áfengisútibúum með því að opna seinnibúðin á Akureyri sko. Og hvað eiga þær að þjónusta þá marga íbúa? Já, það eru 18.000 íbúar á Akureyri, þannig að það eru þá tvær einokunarverslanir á 18.000 manna svæði. Fyrir hver 9.000? Þetta er alveg klárlega nýtt Evrópumet í þéttleika. Þannig að þetta er þjónustustig sem menn geta verið stoltir af? Já, en það sem gerist þess að Svavar var að tala um æskuna og svoleiðis, að búðunum fjölgaði úr 9 í 52 og það sem að gerðist í framhaldinu var að unglingadrykkja hrapaði niður og vart mælaleg að verða eins og með tóbaksreykingarnar, þetta fer að verða erfitt að mæla þetta í framhaldsskólum. Nú, og hvað sannar þetta? Já, sýnir þetta þá fram á að aukið aðgengi sem menn tala að það þýði aukna neyslu? Já, ég veit ekki alveg hvernig menn fá það út og auðvitað ekkert sem að styður þessa fullyrðingu.
Kjartan, segðu mér örstuð frá því, þið bræðurnir og félagar ykkar í Eyjum, þið stofnuðu bræðara brugghúsið, fræga í Eyjum. Við stofnuðum byrjum 2012 bara sem heimabruggarar, vorum með 30 lítra plastfötu og hitaelement úr hraðsuðukalli. Og hér eru þið enn? Já, 1. maí og eina markmið okkar var alltaf við ættum nóg bjór sjálfir. Neyðarbirgðir. Já, og það hefur svo sem staðist. En 2016 fengum við framleiðsluleyfi og vorum þá 9. brugghúsið til þess að fara að framleiða áfengi. Og þeim hefur fjölgað síðan? Já, til dæmis í dag er árshátíð á samtökum handverksbrugghúsa og það eru 26 brugghús hringinn í kringum landið í þeim samtökum og þetta er bara orðið einn stóri iðnaður. Við erum að fá fólk til Eyja gagngert bara til þess að koma og drekka bjórinn okkar. Þetta getið þið gert að því að þingi tók þessa ákvörðun 1989 en síðan hafið þið þurft að taka fleiri slagi. Þið hafið fengið í gegn svona einhverja áfangasigra eins og með það að núna megið þið loksins selja þetta í umbúðum á þess að opna þær út úr húsi fyrir ferðamenn og aðra. Er það ekki rétt? Jú, við megum selja á framleiðslustað. Megum ekki selja á sunnudögum samt. Nei, af því að þá er vínbúðin lokuð. En síðan núna nýverið framleiðslu áfengisgjöldin sem að hækka árlega, sem er svona þetta árfesta limbó sem að kemur alltaf á okkur. Það fer eftir framleiðslu lítrum að þá fáum við afslátt af áfengisgjöldunum og það er nýtilkomið. Er það að hjálpa ykkur? Já, sjálfsögum mun það hjálpa. Ég meina þetta eins og bara í þessum samtökum eru framleiðendur sem að framleiða nokkra 100 lítra á ári upp í eins og kalda sem er kannski staðist, sem framleiðir töluvert meira magn. Hvað er framleiðslan orðin í Eyjum hjá ykkur? Ætlum við séum svona 30, 50, 40 lítra. Hvernig farið menna þessu í vatnslausri Eyju? Já, er þetta ekki alveg galið að vera að framleiða þetta út í Vestmannaeyjum? Já, vatnið er auðlind og við fáum hana í gegnum þessa góðu leiðslu á landi. Já, sem heldur enn. Já, hún er sem betur fer. Já. Þannig að við erum með gott vatn og framleiðum góðan bjór. Arnar, þú ert einn af mestu bjórsölum á Íslandi. Þú opnaði fyrir ekki svo mörgum árum netverslunina Sante, sem er nú franskt fyrirtæki í grunninn en þjónustar Íslendinga hér af fiskislóðinni. Hvernig horfir þetta við núna? Er við andónavann í hálsmálið á ykkur? Eru þið á barmi þess að þessu verður lokað hjá ykkur vegna krafna úr ýmsum áttum hjá hinu opinbera? Nei, og verslunin sjálf þarf að segja að hún er náttúrulega á netinu og öfugt við verslunina hjá Kjartani þá er hún opin á sunnudögum líka. Hún er svona eins og til dæmis Leifsstöð sem er áfengisverslun sem er opin alla daga. Allan sólarhringinn? Allan sólarhringinn. Þannig að Men þeir mega ekki selja sunnudögum? Nei, það er svolítið sérstakt finnst mér sko. En við hins vegar erum nú ekki að afhenda neitt á sunnudögum. Það er nú eiginlega eini dagurinn sem að Af hverju er þetta svona lágt þjónustustig? Það er í sjálfum sér bara verið lítil eftirspurn eftir sunnudögum og það er eiginlega öfugt við til dæmis einokunarverslanirnar þá er mjög lítil umsvif hjá okkur eftir hádegi og föstudögum þegar allt er vitlaust að gera á hinum staðnum. En er einhvern veginn svona aðeins bara tímalegri að versla hjá okkur. Nú, menn voru náttúrulega alltaf hræðsluáróðurinn hættu ekkert eftir að Svavar talaði þannig að það hefur náttúrulega verið lengi vel helst það að úrvalið sé svo svakalega gott hjá ríkinu og verðið hagstætt En nú erum við búin að vera með opið í 2,5 ár eða eitthvað svoleiðis og alla tíman verið með sömu bjóra eða sambærilega bjóra á 20-40% lægra verði heldur en er hjá ríkinu Fyrst svo fyrst að vörurnar eru svona miklu ódýrar og þjónustan svona frábær nema á sunnudögum. Af hverju er fólk enn að versla unnvörpum í vínbúðunum þessum ríflega 50 sem að þú talar Já, nýjustu fréttir eru að þráttir að það sé nú einhver samdráttur í sölu hjá ÁTVR en hjá okkur er reyndar gríðarleg aukning þannig að bæði janúar er upp 45% og febrúar 60% á samanborið við sömu mánuði fyrra þannig að það er greinilegt að fólk er farið að sjá hag sinni í að spara þarna
gera betur kaup. Þið eru í samkeppni, það eru fleiri netverslanir sem hafa haslað sér völl og eru að auglýsa jafnvel og... Jú, það er samt, það er ekki svona neitt svona umtalsvert, sko, engin umtalsvert, aðal samkeppnisaðilinn myndi ég segja að væri bara Costco sem er nýlega, sko, opnaði fyrir aðgengi almennings að þessum vörum, sko, í fyrir aðra en þá sem voru bara með vínveitingaleyfi eins og við byrjuðu á, sko. En þið fáið ekki, þú nefndir þetta með sunnudagana í ykkur, það er ekki hljómgrunnu fyrir því hjá meirihluta þingmanna að auka frelsið í þessu, það eru fleiri á svafaslínunni í dag í þinginu heldur en mann hefði grunnað. Jú, því miður er það bara oft þannig að stjórnmálamenn vilja hafa vit fyrir okkur hinnum, segja okkur hvað við megum og hvað við megum ekki gera og því miður er það bara þannig. Við sjáum bara frá því 89, ég meina það var afgreitt við borðið í vínbúðunum þá. Núna máttu labba verslunina og sjá hvað er í boði. Það eru sjálfsafgreiðslukassar í Leifsstöð. Já. Til dæmis bara göllin okkar hérna, eitt sá bjór sem er sá fyrsti sem er framleiddum, að hann var innkallaður vegna þess að sást í sígarettu þarna. Hjá Karli? Já, Gölli er sem sagt sungið hann í minningum mann-laginu og mikill meistari. Og hann reykti? Já, og þannig að við þurftum að breyta miðanum til þess að þetta geti fengið að vera í vínbúðinni og það mátti ekki sjást í sígarettuna. Vildi ekki leyfa það? Nei, það var innkallað en hafði samt verið í sölu í 2 ár þegar að innköllinu fór fram og við þurftum að breyta miðanum. Var hann ekki alltaf reykjandi? Jú, allar myndir á honum eru þannig, sko. Já, Bubbi Mortens lenti nú í þessu utan á Borgarleikhúsinu líka. Já, en það sem að, sko, þú veist, bara þessi stjórnmálamenn eins og bara orð Svavas að það myndi allt fara í bál og brand. Þegar bjórinn var leyfður, þá gastu bara keypt hér ljósan lager. Var eina típan. Löwenbrá og Egils. Kaiser. Já. Núna í dag ertu komin með fleiri tegundir, alls konar variasjónir, súrbjóra, dökkabjóra, IPA-bjóra og hvað þetta allt heitir. Og það er bara neytandinn sem er að kalla eftir þessari menningu og þetta er bara orðin bara eins og með vín, það er bara smekkur manna er misjafn. Mann frá æskumanns dögum þegar foreldrarnir voru að koma í gegnum Leifsstöð og tóku kassa af Löwenbrá, ljósblái bjórinn. Ég smakkaði þetta fyrir 3 árum, þetta er ódrekkandi. Já, sko á þessu tíma var, það er athyglisvert að minnist á þetta þegar að fólk tók tollinn sinn í Leifsstöð, sko, að árið sem að bjórinn var leyfður, þá samkvæmt opinberri tölfræði, þá byrjar bjórneysla á Íslandi, fram að því. Já, hún var ekki til staðar á það. Nei, hún var bara 0, sko, og þetta er bara árið 0 eins og hjá Rauðu Khmerónum, sko, þetta var bara upphafspunktur. Og það var bara, hafði engum bjór verið smyglað til landsins og enginn hafði nokkru sinni drukkið, sko, tollinn í Leifsstöð. Og af því að það var ekki talið með, sko, og þannig er það ennþá. Þess vegna hefur bjórneysla aukist hröðum skrefum alveg frá 89. Já, en sko, við stærum okkur á því að heildarneysla áfengis sé talsvert lægri á Íslandi heldur en í öðrum löndum, en við erum náttúrulega með hæstu áfengisgjöld í heimi og það er alveg mikinn hvata sérstaklega með sterkt vín að kaupa það í Leifsstöð. En sú sala er ekki tekið með í neyslunni, það er ekki gert ráð fyrir að fólk drekki það sem það kaupir sérstaklega í Leifsstöð. Þetta er sérstaklega tölfræðin, sko. Já. Og hinn opinbera tölfræði, sko. Hvað ætlið þið að gera í tilefni dagsins? Fáið ykkur einhvern sérstakann bjór? Er það bara Gölli eða fær maður sér Löwenbrá svona til þessari upp gamla takta? Er það seldur ennþá? Ég bara er ekki klárað. Ég komst í hann fyrir svona 3 ánum allavega. Ég hafði alltaf þá reglu lengi að 1. mars fengi ég mér 1 Löwenbrá. Þetta var sá fyrsti bjór sem ég smakkaði. Þegar ég hafði aldur til. Já. Þá ætla ég að fara í vínbúðina eftir og sjá hvort ég finni 1 Löwenbrá sem ég veit ekki en ég er að fara ég er að fara árshátíð hjá samtökum handverksburghúsa í dag. Það verður eitthvað að bjórnum þar? Já. Við verðum með, sko, ungt fólk, samband ungra sjálfstæðismanna kemur í heimsókn til okkar og það er alveg örugglega skálaði bjór þar. Já, einhverju góðu? Já, einhverju sem hefur ekki farið hendur hins opinbera, allavega. Nei, það verður að fáir allavega að drekka bjór líki í dag. Já, það er ósynlega, maður þarf nú samt að prófa þetta eiginlega. Fá einhver til að blanda þetta fyrir sig sem kann til verka. Ég ræddi áður en þegar við vorum að opna ölstofun okkar í Eyjum, þá ræddi ég við svona gamlan vert í Eyjum sem var á bjórlíkistímanum. Þá sagði mér það að þeir buðu upp á dökkt bjórlíki.
og ég spurði bara hvernig fóru það því og settu þau bara matalit. Þannig að, og þetta var keypt bara á drukkið. Auðvitað, Guinness. Já. Heyrðu, en ég ætla að venda hvað okkar í Kross, ég ætla að fá að spyrja ykkur spurningar. Því ég veltu alltaf fyrir mér hver eru mest lesnu fréttirnar hjá okkur og ég hef nú kveinkað mér hér opinberlega undan því að mína fréttir lesist aldrei jafn mikið og fréttirnar frá Mörtu Maríu. En hver haldið það sé mest lesna frétt þessara viku á mbl.is sem notabene langstærsti fréttavefur landsins? Ég myndi halda að það væri útganga Vaffer og Eflingar. Í kjaradeilunum? Já. Það það sem maður myndi kalla svona mentað gisk. Já, fyrsta sem kemur þó upp í hugan, sko, nema að væri eitthvað á Smartlandinu, sko, sem Já. Jú, Fanney var á Tenerife, sá ég, það var einn frétt. Já, þetta ekki rétt hjá okkur. Við skulum kíkja á frétt vikunar. Já, auðvitað, þetta var nú dálítið sérstakt mál. Þarna rútubílstjóri í kappakstri. En það sem við sjáum það að það mikið það að það þyngra ökutæki að fara framan eða aftan á léttara ökutæki. Það tengist klárlega, eða myndi ég halda tengdist verulega mikilli aukningu á umferð þungra ökutækja. Og við höfum séð það sem sagt, í öllum mælingum að Þetta fórstjóri Vegagerðarinnar í viðtali hér hjá okkur í liðinni viku, þar sem var einmitt að nefna þetta að stór hluti banaslýsa væri út af þessari þungaumferð. Þetta var auðvitað rosalegt að horfa upp á þetta. Já, hvað kom eitthvað fram, hvað vakti fyrir þessu manni eða hvað? Já, hann augljóslega vildi koma fleiðar sinnar, óhindrað. Var hann að taka fram úr bara? Já, hann fór auðvitað þarna. Já, hann fór á milli umferð og vel fram úr. Já, það aðgreindar stefnundar þarna með víravirki miklu. Ábyggilega flýtt komið sín í leifstöðum svona heilar 30-40 sekúndur. Var hann ekki á hinni áttinni? Var þetta ekki álverið og Jú, hann var að keyra í áttina Keflavík. En þegar hann nú gefið það upp að þetta hefði verið starfsmaður verkstæði sem var að gera við rútuna, en manni síðan nú frekar að hafi verið að reyna að gjöreiða rútuna miðað við þessa framgöngu. Þetta auðvitað ótrúlega uppákoma en svona út frá umferðarmenningunni og áfengismenningunni, erum við á góðum stað með þetta? Finnst ykkur þessi menning sem að tengist umferðinni og síðan öðru háttalagi í neyslu áfengis svona, erum við að þokast í rétt átt? Hvernig? Ég held að þegar á þessum tíma þegar að bjórinn leyfður til dæmis þá mikið það að það voru svokallað hallarísplan og þá voru svona unglingar mjög mikið gengu bara hring eftir Austurstræti og drukku sér full? Já, þetta var alveg stórfurðulegi tímar. Ég verð nú að segja að ég held að þetta sé bara gjör ólíkt í dag. Ungt fólk í dag, ég er með 17 ára drengur sem lítið sem engan áhuga á þessu þessari vöru. Það ekki áhyggjuefni fyrir þig? Það mjög mikið áhyggjuefni, og eða ekki, og þannig að ég held að þetta sé einmitt bara þessi klassísku sveitaböl sem margir mun eftir, að þetta voru náttúrulega helvíti svona ruddalegi tímar í þá daga, En umferðarmenningin, ég veit að þú keyrir nú oft í gegnum Landeyjahöfn og suðurströndina þar sem að þeir eru ekki síst ferðamennir og þessi mikla þungaumferð bæði í tengslum við framkvæmdir en líka ferðaþjónustu. Er menningin að þokast í rétta átt? Já, ég held bara að fólk fari tiltölulega varlega í umferðinni. Ég hef aftur á móti haft eina reglu, ég tek bara fram úr Dacia Duster. Já. Af því ég veit yfirleitt að það bílaleigubíll og einhver útlendingur að keyra sem keyrir yfirleitt mjög hægt. Ég tek fram úr þeim, en öðrum ekki, en ég held svona heilt yfir sé umferðarmenningin mjög góð á okkar landi. Ég að fá til mig í settið eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, formann Viðreisnar. Ég veit að þið eru ekki ópólitískir menn. Hvernig líst ykkur á pólitíkina í landinu? Það var að líða allavega góð vika núna þegar kjördæmavikan var. Það allavega svo vika sem að stjórnmálamenn setja ekki á okkur aðra skatta eða aðra pínur. En eru þið ekki að lofa ýmsu sem að leiði til skatta í kjördæmavikunum? Það töluvert það. En ég held, nú ég hægri maður en ástandið ekki, ég get ekki verið sáttur við stöðuna. Bæði bara hvernig stjórnmálaflokkarnir eru
Það virðist enginn hafa áhuga á því að lækka skatta eða álögur á einstaklinga og fyrirtæki. Það allir að hækka skatta og þenni á út ríkið og það ekki vel. Sem mótvægi við Sjálfstæðismenn þá buðum við vinstrimanninum Arnari Sigurðssyni hérna í settið. Heldur að stjórnin haldið þetta út fram á haustið 2025? Því miður, ég myndi náttúrulega vilja bara að þessi stjórn færi og Sjálfstæðisflokkurinn ætti að sjálfsögðu bara fara frekar þá í bara einhvers konar samstarfið með flokk flokksins og flokk fólksins og miðflokkinn sko. Ég held að það væri mun gæfilegra fyrir svona hægri gildin sko. Heldur þessi stemning fyrir því í samfélaginu? Já, það væri þá þing meirihluti fyrir því og ekki þjóðin að kalla eftir því að Kristrún Frostadóttir taki við völdum í landinu? Ég held að þjóðin þurfi kannski fyrst að heyra sko hvað það sem hún að segja sko. Það hefur aldrei komið neitt skiljalegt frá henni sko, nein mál sko. Fyrir en allt í enn núna það kemur að hún vilji einhver skynsemis stefnu í útlendingamálum sko, sem að var ekki sko. Og þannig að ég held að það nú eftir að koma í ljós sko, hvað nákvæmlega hún að meina sko. Þetta yfirleitt óskiljanlegt allt sem hún segir sko. Sem frá hún kemur. Píratar mældist nú einu sinni töluvert hátt. Já, það er 40% fylgi sko. Það samt lítil eftirspurn eftir þeim flokki inn á þingi. Allavega með við það síðustu kosningu. Bara eins og bjórlíkinu. Já. Má vel segja það, já. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér á þessum hátíðisdegi. Ég veit að þið skellið ykkur hér fram og fáið ykkur kannski eitt sopa þessum góða bjór úr Eyjum, úr Vestmannaeyjavatninu. Ég ætla að fá ykkur að setja til mín Þorgerði Katrínu eins og ég sagði og ræða við hana pólitíkina eins og hún stendur í dag. Já. Þið fylgist með vonandi áfram hér eftir örfá sekúndur, þá sest hún hér í setti hjá mér. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Þá höldum við leik áfram hér á vettvangi spursmála. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, komið til mín. Við ætlum að ræða hér pólitíkina á Íslandi og það ekki tíðindalítið af þeim vettvangi. Heil og sæl. Blessaði Stefán Einar. Ég ætla hins vegar að fá að byrja því að ég var að ræða hér við Arnar og Kjartan Vító bjórinn og þennan merkisviðburð 1. mars 1989. Varst þú í fagnaðarlátunum á Kringlukráni þegar að þetta eiginlega flæddi yfir okkur? Nei, ég að reyna að muna hvar ég var stödd. Það var ekki þannig að ég hafi verið ofurölvu undir borði að drekka bjór. Mér minnir að ég hafi einfallega verið í þessu hættulega frelsi sem fólst í því að búa á Spáni á þeim tíma. Já. Og þar áður hafi ég búið í Þýskalandi, allt út af handboltaferli mannsins míns. Og mér var nú ekkert meint af því frelsi og ég held að við erum að ganga einmitt lengra núna og halda áfram því sem var byrjað á 1. mars fyrir þessum árum. Þú hefur borið þess bætur að hafa búið í þessu löndum þar sem bjórinn flæddi. Já, það hríslast mig hvíði þegar ég fer inn í matvörubúðir og fleira. Nei, þetta er náttúrulega spurning bara það hvernig samfélagi við viljum búa í og eðlilega eru varkararattir en ég og hefur verið þannig í gegnum tína. Við höfum að treysta fólki og við höfum að líka samlega því að vera með öfluga forvarnir þegar kemur að áfengis- og vímuefnamálum. Pólitíkina fást við þetta eins og mörg önnur mál. Mér langar til að ræða við því hérna þau mál sem ég leyfi mér að segja tröllriði pólitíkin núna hafa gert eiginlega frá því áramótin eða fyrir áramót og tengjast útlendingamálunum. Já. Og það var ýmsir orðið til þess að svona velta vöngum yfir yfirlýsingu sem að þú gafst fyrir ekki svo löngu síðan það að menn ættu að sammælast að þetta yrði ekki kosningamál og menn skynja að þetta allt mjög viðkvæmt. Menn skiptast mjög við tvö horn. Eru stjórnvöld á Íslandi, þingið að ná tökum á þessu? Já, þingið á að geta það og það alveg rétt sem þú segir að þetta svolítið að skiptast í tvö horn af því að ég held að það eru svona ákveðin öfl sem einfallega vilja það að þetta skiptist í þessi tvö horn annarkvort að landið verði algjörlega galopið eða harlokað og verið að byggja undir ákveðna útlendingaandúð en ég sannfærið það og ég hef lagt áherslu á það meðal annars síðastliðið hausti ég sendi bréf til Katrínar forsætisráðherra að ég lagði ríka áherslu á það að þingið reyndi að koma sér saman um það hvernig lög við og umhverfi og umgjörð við setjum utan útlendingamáluna því þetta
að mínu mati, og þess vegna segi ég, það alveg ljóst og ég bara skynja það til dæmis með Miðflokknum og við erum að sjá Sjálfstæðisflokkin hlaupa í hverju málun á fætur eftir öðru á eftir Miðflokknum og sem að það í útlendingamálum eða EES-málum eða hvað það er. Ég held að það sé hægt að leysa þetta og þar fyrir utan að þetta er viðkvæmur málaflokkur. Við verðum að vanda okkur, orð skipta máli sérstaklega frá okkur sem erum í stjórnmálunum, en þetta er ekki flókið viðfangsefni og það sem að ég horfi núna á eftir 10 ár með Sjálfstæðisflokkin í dómsmálaráðuneytinu. Hvað hafið þið verið að gera allan á tíma? Ekki koma og kenna síðan stjórnarandstöðinni eitthvað mála af því þið fenguði allt framgengt í gegnum þingið. En þingið hefur stöðvað og þvælt þessi útlendingamáli eins og hjá Jóni Gunnarsinni og reyndar, ef ég maður rétt fyrst, hjá Sigríði Andersen. Er það ekki rétt? Ég spyr, er það? Ég veit ekki betur en að bara síðast að þá fóru öll þessi máli gegn sem að voru lögð fyrir. Það var búið að þynna þau mikið útsögðu þeir og það er það sem að heldur landamærunum opnum með þeim hætti sem að við erum að horfa upp á í dag. Já, það sem að ég held að við sjáum líka bara núna á síðustu dögum þingsins og hvernig umræðin í þinginu hefur verið hvort að málið þetta að koma að dagskrá eða ekki, það er ekki stjórnarandstaða sem er að þvælast fyrir, það er samsetning ríkisstjórnarinnar og það er ábyrgð Sjálfstæðisflokksins að velja með þeim hverjum hann vinnur með og við erum að sjá það í talandi hverju málun á fætur öðru, við komum kannski að orkumálunum á eftir. Það sem er bara algjör stöðnun þar sem að þýðir alvarleg tíðindi fyrir okkur Íslendinga því að við erum að fresta því að auka hagvöxt hér og treysta undir lífsgæði okkar til lengri og skemmri tíma. Þannig að það er ábyrgð að velja með hverju maður vinnur en ég fer ekki ofan að því að varandi útlendingamálun að það þarf að stjórna þessu betur, það er ekki ábyrgð stjórnarandstöðunar að til dæmis að fylgja ekki eftir heimild sem að stjórnin hefur til þess að biðja farþegalista. Það er ekki við sem að stjórna landinu, það eru þau. En þið bökkuðu ekki upp þessi frumvörp óbreytt þegar þau komin í þingið? Ég fór og ég var svolítið þreytt á þessu þar menn vil ekki kannast við eigin ábyrgð og eins og ég segi það ber allir ábyrgð inn í þinginu og hvernig þeir greiða atkvæði og ég fór meðal annars að skoða því það var að vera að tala þeir eru búin að vera í einhverju málþófi og ég fór að skoða tölurnar, hvað við töluðum mikið. Viðreisn talaði minna heldur en Miðflokkurinn með Eyjólfi Ármannsyni samanlagt. Viðreisn talaði minna heldur en Sjálfstæðisflokkurinn sem er þó í stjórn. Þannig að það er ekki hægt að kenna okkur auðvitað höfum við skoðanar á því hvernig þetta á að vera og ég hef sagt, ég er tilbúin til þess að ræða mjög margt, móttökumiðstöð, ýmislegt fleira en ég dreg línuna í sandið þegar kemur að börnum. Við setjum þau ekki lokuð búsetuúrræði til í þetta samtal en menn er ekki að leggja sig eftir því og það er það sem að mér finnst svo ámælisvert að það er augljóst að því kannski að menn vilja ekki tala hátt vaxtastig, verðbólgu, það er búið að þenja út báknið, það er lítið gengið með frelsismál, ekkert gengið með orkumál, að kannski ekkert óeðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé að hlaupa þangað með Miðflokknum. Eru þeir að koma sér í skjól með þessu? Eru þeir að koma sér í skjól? Já, þeir eru að reyna að koma sér í skjól. Mér finnst þetta bara léleg pólitík, Stefán. En segðu mér eitt varðandi þá stöðu að þið vorust að tala þingið og hvernig málin var að stoppa og þú segir að það sé ekki út af málþófi. Þið voruð og eru að klára núna kjördæmaviku. En við sáum þinginu frestað mjög skyndilega þarna á föstudegi og allir virtist að litlu tilefni. Af hverju ósköpunum kláraði þingið ekki málið hjá dómsmálaráðherra? Herri, ég er bara algjörlega sammála. Já, hvað veldur? Hvaða skýringar hefur Birgir Ármannsson forseti þingsins gefið? Ég held fyrst og fremst ef þú aðeins skoðar þetta og þetta er á föstudegi, af hverju var ríkisstjórnin ekki komið fyrir með málið? Ég myndi frekar spyrja ríkisstjórnina og ráðherrana, af hverju voru ekki búin að klára þetta á mánudegi? Það var einhver auka ríkisstjórnarfundur þá, það var annar ríkisstjórnarfundur á þriðjudegi. Hvað í ósköpunum dvelur orminn langa? Ég fór til ríkisstjórnarflokkuna og sagði alveg skýrt, það mun ekki standa á Viðreisn að klára málið og setja það inn í nefnd. En talandi einmitt kjördæmaviku að það er alveg ljóst að við erum lögðu núna Viðreisn áherslu sérstaklega á að fara í menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir líka að ríkisstjórnin hefur dæmt þessu risastóra verkefni bara einhvern veginn inn í samfélagið án þess að vera með neitt plan án þess að hafa dug og döngun í sér til þess að taka ákvarðanir af því að það þarf að taka ákvarðanir alveg svo jáesvar það og líka neisvar en þau hafa dæmt þessu inn í skólakerfið, það er mikil þingsli inn í skólakerfinu sem slíkt. Það er verið að auka inn í hópastarði, við erum að sjá
Ekki það að kennarar sé að kvart undir fjölbreytileikum og síður en svo. Þau vilja gera svo miklu betur. Þau fá ekki svigrúmið. Já, þau fá ekki svigrúmið, þau fá ekki tækin, þau fá ekki stuðningin. Og það þetta sem að mér finnst vont. Við erum að setja 30 milljarða í málaflokkinn á ári. Ef að menn ætla að fara eftir óskum kennaranna og heilbrigðiskerfisins, þá þarf þetta að vera 50 milljarðar eða 60 milljarðar. Það sem að ég hef líka og Viðreisn hefur sagt alveg skýrt að það þennan málaflokk, alveg eins og alla aðra, gildir aðhald í ríkisrekstri. Það hvergi sem að við eigum að vera með opinn krana. En við getum ekki gert hvortveggja. Við getum ekki stutt kerfið til að taka móti börnunum inn í kerfinu. Þess vegna þarf skýra reglur og við þurfum að segja hvernig atvinnustefnu höfum við, af því að talandi tölur, það svolítið verið að grauta þessu öllu saman. Við erum með 70.000 útlendinga hérna á Íslandi. Það sem að máli stendur styrum, það eru 500 hælisleitendur, þau eru upp í stað. Við vorum öll sammála Úkraínu, við erum ekki að taka það með. Venezuela, það að leysast með ákveðnum hættu úr því. Reynda Venezuela búa sem að hafa meiri atvinnuþátttöku heldur í íslensku samfélagi heldur en við Íslendingar sjálfur. En þetta eru fleiri en 500 hælisleitendur. Já, þetta er þessar tölur. Þegar upp í staði þá er þetta 500 til 1000. Ef að það stóra vandamáli, þá undirstrika það 500 til 1000 á ári, þá sem að koma og fá samþykkt inn í landið. En svo það sá hópur sem á ári hverju kemur inn í landið og hér áfram. Og það fólk sem að þarf þjónustu og þjónustu byrðin mikil árin á eftir. Já, þess vegna segi ég, ef þetta ekki stærri hópur en þetta, hvers konar stjórnun á þessu? En það ekki þetta sem með þessu hópi sem einn og sér að íþyngja öllum innviðunum. Það út af því við höfum ekki sýn eða stefnu. Og þarfur verðum við líka að draga það fram, við sem að viljum auka hagvöxt. Þú og ég verum í svona þeim inn í litrónu, við þurfum verðmætasköpun, við þurfum aukna hagsæld til þess að standa undir öllu því sem að við viljum gera, velferðarkerfinu og svo framvegis. Þá þurfum við útlendinga. Við sjáum það bara þegar við förum inn í heilbrigðiskerfi. Ég fer að heimsækja móður mína á hjúkrunarheimili. Frábært starfsfólk þar af erlendum uppruna. Við erum að sjá þetta í menntakerfinu, við erum að sjá þetta í ferðaþjónustunni, við erum að sjá þetta í byggingakerfunum. Þannig að ekki mála upp þá mynd að þetta sé allt svo vont, þetta bara verkefni sem við að leysa og það ekki flókið og ég vara við því að við notum þetta mál til þess að ýta undir skautun í landinu. Ég held að sé allir sammála það þurfa að gera greinamun á innflytjendum sem koma hér vegna atvinnu sinni og þeirra síðan sem að óska hér verndar vegna hræðilegra aðstæðna í heimalandinu. Mér langar til að spila hérna 2 stuttar klippur úr viðtölum sem við höfum átt hér í dagmálum að undanförnu og bregðumst aðeins við því. En ég persónulega fyrir skoðana, ég held að í raun muni Ísland kannski ekki geta tekið á móti nema kannski 500. Það bara þannig. Já. Mér finnst ekkert að því að við ættum að stefna því að vera svona svipuðum slóðum á Danir. Við værum með 100 manns eitthvað slags og ég gerir ráð fyrir því að Guðrún hafi bara einfaldlega sagt erum við ekki að setja okkur mjög háleitt markmið sem 500 af því að það þetta mjög háleitt markmið þegar þú ert með 4000. Ertu sammála þessum fyrrum samflokksmönnum þínum og samstarfsmönnum í þinginu núna? Ég get sagt að við erum sammála það að það þarf að betri stjórnun og þau ættu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að þá stýra landinu. En finnst þess að tölur sannilega? Þegar Bjarni segir 4000 þá inn í því Úkraínumenn. Viljum við ýta þeim strax út? Nei, við viljum það ekki, af því þau eru að standa vörðin frelsa okkur á lýðræði, þau eru að taka slægin fyrir okkur, þá tökum við slægin með þeim. Það er sama með Venezuela, það var ákvörðun sem að ráðherra sjálfstæðisflokksins, utanríkisráðherra þáverandi Guðlaugur Þór tók. Hann tók það bara án þess að tala við þingið og fyrir vikið að þá eru komnir fleiri Venezuela búar hérna. Það allt í ákveðnum farvegi. Já, það þarf ákveðna betri stýringu. Ég segi alveg skýrt og skorinort, við þurfum að nálgast þetta út frá mennskunni, við þurfum að nálgast þetta út frá ríkisfjármálum og við þurfum að nálgast þetta út frá því að skólarnir okkar, heilbrigðiskerfið geti tekið svo vel utanum þetta eins og við viljum. Þannig að við eigum hyggstalaust að taka umræðuna, hvað við getum tekið á móti mörgum, við eigum að þora að fara í þá umræðu. Bjarni nefnir Dani, ég hef oft nefnt Normenn og Kanada, ég held að það séu þjóðir sem að að mörguleyti til fyrirmynda þegar kemur að móttöku bæði flóttamanna en líka útlendinga og við þurfum auðvitað að fara að efla íslenskukennslu. Það er ákall, það er sama við hvaða kennari ég tala. Þeir vilja meiri stuðning
íslenskukennslu, íslenskan lykillinn að því að útlendingar ná einhverjum takt í okkar samfélagi, þannig að við höfum bara brett upp ermar og ekki leyfa einhverjum úrtöluröddum að reyna að skipta upp samfélaginu. Þetta bara verkefni sem að ég óhrædd við og ef að Viðreisn fyrir ríkisstjórn, þá förum við þetta og við munum óhika þora að taka óvinsælar ákvarðanir, það þarf bara að taka ákvarðanir. En heldur að meirihlutinn eins og hann samsettur í þingi núna hafi burði til þess? Við erum með flokk öðrum megin á spektruminu sem að styður ekki einu svona veru okkar í NATO, hefur verið að móti öllum aðgerðum til að loka landamærunum. Spáði það nú eins. Ég hef búin að spá mikið í því, en er þetta vetur setjandi? Geta þau leyst úr þessu eins og þetta horfið í þinginu og hvernig þið frestuðu afgreiðslu málsins síðastliðin föstudag? Já, það var ekki ábyrgð Viðreisnar. Það var bara stjórnarflokkana að ákveða það. Já, ég vil meina það. Og þess vegna hef ég sett fram þessi bréf. Ég hef trú að því að ef að ríkisstjórnarflokkarnir láta það reyna, og ég skrifaði meðal annars grein í Morgunblaðinu það, að það séu hugsanlega 2-3 flokkar í stjórnaraðstöðu sem eru reiðubúnir í þetta samtal og við vitum alveg hvert verkefnið er. Og ég held að það eigi mitt að láta það reyna og mér finnst forsætisráðherra, mér finnst hún vera meðvituð um þá ábyrgð sína og að reyna að leiða þetta áfram, líka Guðrún Hafsteinsdóttir. Mér finnst skipta máli hvernig Guðrún hefur nálgast þetta, mér finnst hún hafa bæði leið nálgast þetta festu en hún til í þetta samtal, hún til í það að reyna að taka málið áfram á skynsaman hátt og ég sé enga ástæðu aðra heldur en að við eigum að geta náð saman, en eins og ég segi, það eru ákveðna línur í samtalinu og það eru börnin hjá mér, ég bara, við erum búin að skrifa undir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við verðum að virða hann, en talandi þingið, af því að ég búin að bjóða þetta og Viðreisn búin að bjóða þetta í útlendingamálunum. Það ekkert verið tekið sérstaklega vel í það í byrjun. Það svona og ha, en núna eru menn að átta sig á að þetta hægt og það meiri samhljómar á milli flokka heldur en menn ætla. Við í Viðreisn, við buðum sérstaklega fram aðstoð okkar í orkumálunum. Það hægt að mynda nýjan meirihluta og við buðum það, en hvorki Sjálfstæðisflokkur, nýja Framsóknarflokkur hafa tekið þá útréttu hönd okkur, ég efast ekki að það eru fleiri flokkar sem eru til í þau samskipti með okkur. En að tala það að mynda meirihluta orkumálin felur í sér að sprengja ríkisstjórn. Þú myndar ekki meirihluta eitt mál og skilur flokk forsætisráðherra settur út í horn í einu risastóra hagsmunamál. Nei, en stóra verkefnið samt það að við verðum að horfa til lengri tíma og Viðreisn svolítið í því stundum þetta erfitt að selja þetta en við verðum að horfa til lengri tíma við verðum að taka ákvarðanir þetta og ég tek eftir því En ef að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynda meirihluta með ykkur og mögulega Miðflokknum orkumálin þá ríkisstjórnin sprungin þannig að þið eru að bjóða mönnum upp í dans það að mynda nýjan meirihluta inn á þessu kjörtímabili Við erum að tala það að þoka málum áfram og þú veist að jafnvel og ég Stefán Einar að það hefur ekki þokast í þessum stóru mikilvægum málum. En þú ert að segja að það þurfi þá að sprengja ríkisstjórnina. Þau eru búin að vera í störukeppni í meira og minna, þú veist, þessi ár sem að þau hafa verið saman. Þú ert þá að segja að það þurfi að sprengja ríkisstjórnina til þess að koma málum áfram. Ég er að segja látum á það reyna að þoka orkumálunum áfram. Látum á það reyna að vinna málið þannig að við verðum ekki í hér einhverju ákveðnu orkustoppi eftir nokkur ár. Og Sjálfstæðisflokkur stilla flokki forsætisráðherrans upp við vegg og segja, heyrðu, við ætlum að keyra hérna orkumálin í gegn af því að það eru fleiri sem styðja okkur í því, okkur sama hvað þið gerið, þá stjórnin sprungin. Þetta ekki spurning þá að mynda nýja ríkisstjórn á þessu kjörtímabili eða boða til kosninga? Jú, ég held að það væri náttúrulega skynsamast að boða til kosninga því það væri heilbrigðast fyrir lýðræði því að eins og þau eru núna henni verið lýst sem lifandi dauð en ég tek eftir því með orkumálin að Guðlaugur Þór umhverfisráðherra hann var að skipa nýjan hóp endurskoðun rammaáætlun. Ég held að það sé mjög gott. Og rammaáætlun algjörlega steindur. Ég held að það skiptir reynda máli að við höfum ákveðið gangverk sem að tekur tillit til þarfa og öryggis fólks. Við erum að sjá það núna bara í þessum eldsumbrotum sem eru núna á Reykjanesskaganum. Það má ekki taka heila mannsaldur. Nei, það má ekki taka heila mannsaldur og við þurfum svolítið að íta á svona endurræsingatakkan hvað það varðar að öryggi fólksins komið orðið á að vega núna miklu þingara núna heldur en áður.
En við þurfum samt... Okkur vantar orku. Já, okkur vantar flutningsgetu og orku. Já, það þetta sem ég að segja. Þessi ríkisstjórnin er í 7 ár ekkert búin að gera. Þetta er algjörlega óboðlegt. En það sem ég að segja, við þurfum að finna þetta jafnvægi milli náttúru og raforkuframleiðslu, en það breytir ekki því. Við þurfum að horfa á þetta með svona aðeins nýjum gleraugum núna og þessi hópur Gulla er alveg fínn, en það vekur athygli hjá mér að það er engin framsóknarmaður í honum. Og hvernig, þú veist... Er einhver á lausu? Ég veit það bara ekki, þú segir það, en það sem ég að horfa á, sem að mér finnst alveg ótrúlega slátt hjá þessari ríkisstjórn, er að þau eru öll að fara, sem að lýsir það að þetta er ekki ríkisstjórn, þau eru ekki samstarfsfólk lengur, það er bara hver í sínu horni að míg út sitt horn og passa upp á það, þau henda inn málum inn í samráðsgátt, Vinstri græn gera það til þess að friða sitt bakland, Framsókn gerir það til þess að friða sitt bakland. Og svo núna Gulli með þetta. Þannig að þetta er eiginlega stór tjóni fyrir íslenskt samfélag að við erum með ríkisstjórn sem er að tala út og suður. Og það er ekki boðlegt lengur. Við erum að talandi kjördæmavíkuna, fólk er að koma, fjölskyldunar standa frammi fyrir því, ekki bara vera með risastóra lánabagga, búin að auka greiðslubyrði sína úr kannski 200.000 í 400.000, venjulegt fólk, kennara, rafvirkjar, skrifstofafólk. Það er að tala um þessa hluti. Það er að tala um það bara hvernig skólakerfi fungerar. Það er að tala um það, kona á Selfossi sem ég hitti upphafi dags í þessari viku sem ég hitti í sundlaugin á Selfossi sem sagði, Þorgeir, við þurfum heilsugæslulækni núna, ég þarf að bíða í 5 vikur og ég hugsaði bara, já, þetta er eins og hjá okkur í Hafnarfirði, sko. Þannig að það er allstaðar sama vandamáli. Þau eru ekki búin að hlúa inn við þeim. Það eina sem að þessi ríkisstjórn er að gera, hún er að sitja á stólunum og ekki vinna verkin. Og ef hún treystir sér ekki í að segja já eða nei, þá á hún að fara að gera eitthvað annað. En ertu ekki dálítið að varpa ábyrgðinni á ríkisstjórnina af öllum málum, mögulegum og ómögulegum, eins og í þessum dæmum sem þú nefnir varðandi skuldabyrði heimilana? Af hverju ósköpunum var fólk ekki búið að festa vextina sem að fólk hafði kost á? Það var allt morandi fréttum hér mánuðum saman sem að ég tók meðal annars þátt í að skrifa það að verðbólgan væri að fara á skrið, að Seðlabankinn myndi hækka vextina, en allt hefur tekið dæmi af fólki sem satt bara þegjandi hjá og brást ekki við til að bjarga sjálfur sér. Já, þú ætlar sem sagt að kenna almenningu það að við ekki með það. Ég er að segja að fólk hafði tækifæri á brugðast. Þetta er bara dæmi það að við erum með þennan íslensku krónu og meðan svo er að það þurfum við alltaf að vera spákaupmenn í, vextir eru alltaf 3 sinnum hærri hér heldur en annars þar. Það er sama, þó að þið faru upp eða niður, það eru mjög þau lönd sem við viljum bera okkur sama við. Hagvöxtur er líka svona 2-3 meiri hér heldur en annars staðar. Já, ekki per mann, ekki miðað við OECD. Bara þannig að það sé líka haft á hreinu. Það sem þú veist að segja er að íslenska fjölskyldur eiga alltaf að hafa annarkvort hagfræðing eða ákveðna spákaupmenn innan sinna raða. Mér finnst það bara óboðlegt. Ég er að segja að fólki að vera áskrifendur á Morgunblaðinu og fylgjast með fréttum það hvernig hagkerfið er að þróast. Ég neita því ekki, það er ágætt að vera áskrifendur á Morgunblaðinu. Ég ætla ekki að þvertaka fyrir það. Þú nefnir þetta með mögulegan samstarfsflöt við aðra flokka. Við sjáum kannanir sem eru gerða núna, sýna að Samfylkingin fer með himinskautum, aðrir flokkar eru í basli. Þið eruð ekki að ná ykkur sérstaklega á skrið, það er helst að miðflokkurinn sé eitthvað að taka inn á þessar umræðu útlendingamálin. Hverjum treystir þú ert að nefna þessi stóru hagsmunamál sem að varða þjóðina mestu? Það er engin flokkur að fara með þér í Evrópumálin eins og sækist anda. Kristrún Frostadóttir er búin að segja að þetta sé ekki neitt aðalatriði. Hvaða flokkun getur þú unnið með til þess að þoka hagsmunamálum Íslands fram á veginn ef að kosningar myndu fara fram með þeim hætti sem að kannanir benda til eða á grundvelli þeirra kosningar sem að gengið var til 2021 og væri hægt að nýta grunna að til að mynda ríkisstjórn hér út, svona nánast út árið 2025? Já, ég ætla nú ekki að gefa Evrópumálinu alveg upp á bátinn því að bara ef þú sért ríkisstjórnina 2017 það var þó Evrópuklásula með sjálfstæðisflokknum inni í þar sem að þýddi það að við værum þá allavega minnst ákosti búin að taka ákvörðun í þeim málum. Það fór eins og það fór. Já, það fór eins og það fór, en það sýnir samt að það er hægt að ná ákveðnu samtali við hina ólíklegu flokka, hvort sem það er sjálfstæðisflokkur og nú eftir atvikum Samfylking sem að svona íta þessu máli út á borðinu. Ég ætla ekki að dvelja endilega við það, en það sem að skiptir okkur í viðreismáli sem er bara pragmatísku flokkur. Við
við viljum bara komast í ríkisstjórn, taka ákvarðanir, við þurfum að ýta samfélaginu áfram. Við þurfum að hlusta á þessar raddir frá fjölskyldunum í landinu. Og hver eru líklegastir til þess að gera það með ykkur? Við erum að sjá það núna og ég held að þessi ríkisstjórn sýni það að það er ekkit heppilegt að þó að mér finnst þetta að vera allt saman bara svona framsóknarflokkar eða íhjálpsflokkar á endanum, þetta er svolítið svona eins og skeifa, Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkurinn, þeir eru á endanum næstu ná saman, en það breytir ekki því að þetta er svona víti til varnaðar að vera með þessa pólitísku jaðrana alveg saman. Ég vil frekar að helsta miðjan, þú veist, hvernig sem við skilgreinum hana, en að miðjan verði svona kjarnin og öxullin, hvað sem er til vinstri eða hægri. Já, ég held að til þess að... Það er eitt flokkur sem heitir miðflokkurinn? Já, þú veist, ég hef oft verið spurð að því getur nokkuð mynda stjórn með miðflokknum. Getur þú sett í ríkisstjórn með Sigmundur Davíð? Sigmundur er mikill vinur minn, þó við okkur greinir mjög á. Þetta er ekki svar við spurningunni? Mjög á marga hluti. Nei, ég ætla bara að segja, ég útiloka það að útiloka einhvern flokk. Það er bara mitt svar. Þetta er mjög diplomatist. Já, ég treysti mér, ég get alveg sagt þér það. Væru til að vinna með Pírötunum eins og þau tala útlendingamálin, eins og þau tala orkumálin? Ég sé það að til skemmri og lengri tíma er betra að flokkar sem eru nær hvor öðrum vinni saman. Hvaða flokkar eru næst ykkur? Já, ég myndi sjá þessa miðju, hvort að það væri við og Framsókn sem að það yrði unnið út frá, hvort sem að það væri þá með samfylkingu eða eftir atvikum öðrum flokku sem að vilja tala við okkur þessi stóru mál sem að ég er að tala um. Innviðamál, orkumál, menntamál, heilbrigðismál. Ef þú ert með vinstri og hægri ásinn sem er nú dálítið gallað fyrir bara í pólitíkinni í dag, hvort myndirðu meta Þetta er spurning um íhald eða frjálslyndi eða þjóðernishyggju eða alþjóðahyggju. Hvort myndirðu meta miðflokkin hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn eða vinstra megin? Já, náttúrulega. Þeir eru mjög svona íhaldssamir í landbúnaðarmálum. Já, sko það er, ég svona, hef alltaf svolítið gaman að því að þegar Sigmundur fer af stað, eins og segir hvort sem að það er í EES-málinu, núna bókun 35 eða útlendingamálunum, að það ókyrrist alltaf Sjálfstæðisflokkurinn og maður er að sjá það að þið fara bara eiginlega húrrandi halaróa eftir Sigmundur Davíð og það sem að móti gerist er að flokkur sem að eitt sinn var frjálslyndur, jafnréttissinnaður, alþjóðasinnaður, hann er að fjarlægjast það. Þannig að mér finnst það miður að sjá hvert Sjálfstæðisflokkurinn að fara. Það er raddir sem að ég hefði haldið að myndi stíga svolítið fram og tala af ábyrgð í þessum málum. Þær eru að þagna af ótta við það að missa fylgi yfir til miðflokksins og ég segi bara allt í lagi, þú veist. Á endanum þá finnst mér bara að Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur gæti bara sameinast. Ég held að Sigmundur Davíð yrði bara örugglega ágætis formaður Sjálfstæðisflokksins. Örstutt, þið eigið aðild að meirihlutasamstarfi þar sem Einar Þorsteinsson er núna komin í borgarstjórastólinn. Það er verið að sækja núna lán hjá Evrópska þróunarbankanum og það eru allir yfirdrættir í blúsandi, fullnýttir í bankakerfinu, erfitt með skuldabréfaútboðin. Hefurðu trú á því að þitt fólk í samfloti við Einar Þorsteinsson nái tökum á rekstri borgarinnar? Sem að er í ólestri. Já, ég hef trú á því og það eru mörg erfið viðfangsefni, það er ekki spurning. Ég ætla ekki að draga dul á það og sumt sem að ég hefði viljað sjá gert öðruvísi og svo framvegis. En það breytir ekki því að ég hef mikla trú á því, einmitt að bæði Viðreisn en líka Einar Þorsteinsson. Mér finnst hann byrja vel, mér finnst hann vera skynsamur, mér finnst hann vera jartengdur og mér finnst hann byrja vel sem, eins og ég segi, sem borgarstjóri. Já, ég hef trú á því, en enn og aftur talandi lán, þú veist, eigum að taka eitt þátt í gjaldmiðilinn og þá ofurvexti sem að við þurfum alltaf að standa undir. Við erum að borga 110 milljarða. Og förum létt með það. 110 milljarða í vaxtagjöld. Og förum létt með það. Já, þú segir það. Ég hefði gjarna frekar vilja nota þetta inn í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið. Heyrðu, þá er það 1.000.000 evru spurningin. Ert þú ekki að leiðin í forsetaframboð? Ég segi bara að ef að Katrín Jakobsdóttir fer, þá mun ég styðja hana og svo er fullt af flottu fólki sem hefur verið nefnt og ég bara ætla að taka mig tími að hugsa það hvernig ég mun styðja. Er það vegna þess að þú vilt losna við hana á þinginu? Nei, ég vil losna við þessa ríkisstjórn. Já. Er það að kjósa Katrínu sem forseta besta leið til þess? Þú veist að ríkisstjórnin springur ef hún fer. Já, en sama hvernig þetta verður, að ég tel að við þurfum einhverja manneskju eins og Katrínu á Bessastæði. Ég var reyndar grautfúl yfir því að Guðni skildi hætta núna. En Þorgerður Katrín?
Takk fyrir. Þú hefur nú oft verið nefnd í... Já, mér finnst voða gaman þegar fólk hnippir í mig og segir alls konar fallega hluti en mitt verkefni í dag er fyrst og fremst að koma viðreisn í ríkisstjórn því að það þarf að fara framkvæma og gera ákveðna hluti fyrir fólkið og fjölskyldunir í landinu. Ég vissi að það séu ýmsir andstæðingar þínir inn í þinginu sem að myndu styðja í forsetaframboð af sömu ástæðum og... Já, það er alltaf verið að reyna að ýta mér út úr þessu. Ég held að reynsla í pólitík er svolítið vanmetið fyrirbæri og fyrir vikið þegar maður er með þessa bæði reynslu og maður er búin að sjá alls konar í gegnum lífið bæði gott og vont að þá maður líka óhrættari og ég er frjálsari í því að taka ákveðinu þá bara mistekst mér en það versta sem við gerum núna er að hafa svona ríkisstjórn sem gerir ekki neitt og það er vont fyrir alla. Ætlar að fá þig bjór í dag, tilefni dagsins? Hver veit, jú, ég ætla nú bara eiginlega að gera það því ég er að fara að taka á móti uppreisn, ungu viðreisnarfólki og þar verður bjór alveg örugglega og ég ætla að skála við það og halda áfram að berjast fyrir frelsinu á öllum sviðum. Ég bið fyrir góða kveðju til þeirra. Já, skila því. Takk. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við höldum öll út í síðdegið og finnum okkur góða bjór. Verið sæl.